Ef Bandaríkin telja sig þurfa að taka Grænland vegna ógnar frá Rússum verður NATO að bregðast við því, ekki Bandaríkin. Þetta segir utanríkisráðherra Þýskalands. Grænlendingar eigi að ákveða framtíð Grænlands. Breytingar voru gerðar á ríkisstjórninni á Bessastöðum í dag. Forsætisráðherra segir betra að standa ekki í mannabreytingum en hún treysti vel nýjum félags- og húsnæðismálaráðherra. Forseti Írans kallaði mótmælendur uppreisnarseggi í sjónvarpsviðtali í dag. Hann sakar Bandaríkin og Ísrael að standa fyrir mótmælunum sem hafa staðið í 2 vikur. Sánugusur spretta upp allt land og alls konar ferðagufuvagnar njóta mikilla vinsælda. Þar ráða gusumeistarar ríkjum, en þessir meistarar eru að verða 100 talsins hér á landi. Með útsjónarsemi hefur fjölskylda í Hafnarfirði útbúið sitt eigið skautasvell í garðinum. Börnin segjast skauta þar svo til daglega og fjölskyldufaðirinn segir að vinnan sé þess virði. Gott kvöld. Atlantshafsbandalagið á að bregðast við standi Grænlandi ógn frá Rússum en ekki Bandaríkin. Þetta sagði Jóhann Wadephul, utanríkisráðherra Þýskalands, sem fundaði með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra á Keflavíkurflugvelli síðdegis. Þau ræddu varnarmál, Úkraínustríðið og samstarf ríkjanna, en mest hótanir Trumps Bandaríkjaforseta að taka Grænland. Wadephul er hér á landi á leið sinni til Washington, þar sem hann hittir Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Utanríkisráðherrar Grænlands, Bandaríkjanna og Danmerkur eiga svo fund í Washington á næstu dögum. We have to discuss these problems and these issues in the framework of NATO. And of course, if the American president is looking would threats come from Russian or Chinese vessels or submarines here in the region, we can, of course, find together answers to that. But please, in the NATO framework, if it comes to questions of territorial sovereignty, we are absolutely clear. The future of Greenland has to be decided by the people of Greenland, and it's a question which the Kingdom of Denmark has to answer. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir er á Keflavíkurflugvelli. Það fylgja margir fjölmiðlar þýska utanríkisráðherranum og þeirra spurningar snerust langflestar Grænland og hótanir Trumps. Já, það var bara eins og við var að búast. Utanríkisráðherra Þýskalands kom bara hérna við í svona rúman klukkutíma og með honum voru mjög margir fjölmiðlamenn. Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra Íslands, hitti hann hérna á stuttum fundi á Keflavíkurflugvelli og eftir hann héldu þau stutt erindi til fjölmiðla. En hótanir Trumps hafa greinilega valdið miklum titringi innan NATO og óvíst hvort hann stendur við eitthvað af því sem hann hefur sagt, að hann ætla að verða á undan Rússum eða Kínverjum að taka Grænland. En við skulum heyra hvað Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sagði eftir fund þeirra tveggja. Við erum sammála það að það skiptir máli að bæði að Evrópa standi saman en líka að við reynum að gera það sem hægt er til þess að varðveita áfram og styrkja tengslin vestur yfir, hvort sem að það er við Bandaríkin eða Kanada. Það er alveg ljóst að Ísland og Þýskaland deila þessum grunnprinsipum að við þurfum að virða alþjóðalög, við þurfum að verja lýðræði, verja frelsið, standa með mannréttindum en ekki síst líka að undirstrika friðhelgi landamæra, sjálfsákvörðunarrétt þjóða. Já, og stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt að ríkisstjórnin taki hótanir Trumps of bókstaflega. Þingflokksformaður Miðflokksins segir að hann seti fram þessar hótanir til þess að stuða og það ber að taka þessum hótunum svona alvarlega en ekki bókstaflega. Mér heyrist nú reyndar á bæði Grænlendingum og Danmörku og Dönum að þeir séu með áfram það að ná samkomulag við Bandaríkjamenn aukna viðveru á Grænlandi. Og þannig ég held að það þurfi nú ekki að fara í einhverjar miklar viðræður við það. Svo mætti kannski líka hafa það í huga að það var nú ekki fyrr en í gær, held ég, að grænlensk stjórnvöld létu í sér heyra málið með einhverju yfirlýsingu, sameiginlegri yfirlýsingu allra stjórnmálaflokka á Grænlandi og það hefði kannski verið nær fyrir marga hér á Íslandi kannski að bíða eftir slíkri yfirlýsingu og kannski bíða eftir þeim fundi sem utanríkisráðherra Grænlands á með utanríkisráðherra Bandaríkjanna
núna í vikunni. Það verður þetta mjög spennandi að heyra hvað þeim mun fara á milli. En Hólmfríður, nú hefur verið staðfest að fundur utanríkisráðherra Grænlands, Bandaríkjanna og Danmerkur, hann verður haldinn í Washington, það ekki búið ákveða hvenær, og þar eru áherslu grænlendinganna mjög skýrar. Já, utanríkisráðherra Grænlands segir að hagsmunir Grænlands verði að vera númer 1, 2 og 3 á þessum fundi sem verður vonandi líklega á næstu dögum og grænlendingar vilji fá svona aukin sjálfsákvörðunar rétt. En Hallgrímur Indriðason og Víðir Hólm, þeir eruð ennþá í Nuuk. Hallgrímur, hefur eitthvað heyrst meira frá ráðamönnum þar í dag? Ekki kannski æðstu ráðamönnum en það svo sem engin hörgull á stjórnmálamönnum hvorki hér né í nágrannalöndunum sem hefur verið að tjá sig þetta og núna síðast var það Kielsen sem varaformaður Siumut-flokksins sem eitt stjórnarflokkana. Hann sagði í dag að Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, ætti alls ekkert að mæta á þennan fund með bandarískum stjórnvöldum. Grænlenski utanríkisráðherrann ætti að fara þangað einn. Og þarna hann að taka undir með þingmanni Naleraq sem talaði á sömu nótum í gær og þetta mér vitanlega í fyrsta sinn sem stjórnarmaður sem maður í stjórnarflokki talar á þessum nótum. En það líka mikið rætt þetta í nágrannalöndunum. Sænskir stjórnmálaleiðtogar og stjórnmálamenn, þeir ræddu varnarmál á árlegri ráðstefnu í dag. Og Magdalena Andersson sem leiðtogi jafnaðarmanna og samkvæmt könnunum líkleg til að verða forsætisráðherra Svíþjóðar eftir þingkosningar í haust. Hún hefur viðrað þær hugmyndir að Svíar sendi herlið til Grænlands til þess kannski að róa þær áhyggjur Bandaríkjamanna sem Bandaríkjamenn hafa af því að varnir Grænlands séu ekki nógu vel tryggðar. Ja, men grunden så säger USA att de är oroliga för Kina och Rysslands närvaro runt Grönland och att det är därför som man vill ha Grönland. Och att om det är på allvar så finns det en möjlighet att inom NATO öka den militära närvaron på Grönland för också samverka med de amerikanska styrkorna som redan finns där. Och ett sådant scenario skulle naturligtvis Sverige kunna vara en del av det, givet naturligtvis att Grönland och Danmark är intresserade av något sånt. Og þá að öðrum fréttum. Ráðherraskipti fóru fram á ríkisráðsfundi á Bessastöðum í dag í fallegu vetrarveðri. Fráfarandi ráðherra ætlar að taka tíma til að ná heilsu og ný ráðherra ætlar að byrja á húsnæðismálum. Frá því ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók við völdum 21. desember 2024 hefur í tvígang verið skipt ráðherra, í mars í fyrra og svo aftur á Bessastöðum í dag. Fráfarandi mennta- og barnamálaráðherra fór í veikindaleyfi 9. desember og var hann fyrstur ráðherra til að renna í hlaðið á Bessastöðum. Hvenær hefur við vonað að sjá þið aftur á Alþingi? Kemur ljós. Heldur að veiki ríkisstjórnina þegar þú ert búin að skipta svona oft ráðherra í þínu liði? Nei, bara alls ekki. Nei. Við erum bara, allt ekki að setjast og bara bjart framöndan. Það er ekki annað hægt en að vera jákvæður í þessari dásamlegu frostillu hérna á Bessó. Eykur þetta veikleika, þessar tíðu mannræbertinga? Ég held að það liggi alveg fyrir að það er betra að stunda ekki eða þurfa að standa í mannabreitingum en ég held að þjóðin hafi nú bara orðið vitni að því að ráðherrar eru líka mannlegir. Það koma upp hlutir í lífið þess sem gera verkum að þeir treysta sér ekki lengur til þess að sinna ákveðnu starfi og í tilviki Guðmundur Inga núna er það heilsufarið. Þannig að ég ber bara mikla virðingu fyrir þeirri ákvörðun og til að þetta hafi verið skynsamlega gert hjá Flokki fólksins. Þannig að þú treystir Ragnari fullkomlega að bretta bermarnar í sínu nýja ráðuneyti og Ingu að taka við menntamálunum. Ég treysti þeim fullkomlega. Ég held að Ragnar verði góður ráðherra eins og ég sagði, hann hefur staðið sig vel sem þingflokksformaður, hann hefur mikla reynslu af vinnumarkaðnum, mikinn áhuga á húsnæðismálunum og það vita nú allir hvar Inga stendur þegar kemur að barnamálunum, þannig að hún mun sinna þessa ástríðu og alúð. Mér skilst að ég sé búin að vera frekar veikur í nokkra mánuði eða ár undan þessu, ég á þess að vita. Hvað segir læknar að þú þurfir að hvíla þig lengi? Það er svo óvíst, þetta er svo misjafnt, en eins og ég segi, ég tek minn tíma. Vegna þess að heilsan er númer 1 og 3. Hvert verða þitt fyrsta verk þegar þú kemur í ráðuneyti, nýtt ráðuneyti fyrir utan það náttúrulega að heilsa upp á samstarfsfólkið? Já, það er auðvitað að fylgja þeim góðu verkum sem að minn forveri og minn formaður, Inga Sæland, hefur verið að vinna inn í ráðuneytinu en ég held að það sé augljóst mál að húsnæðismálin verða
verða stóru máli hjá mér allavega framundan og mun strax taka til handa þar. Hún handleipa til verka og hún áttar að gera líka góða hluti. Ég veit að það er erfitt fyrir hana að stíga frá þessu, en við munum vinna þetta saman sem einn maður. Já, þið hætti ekki að tala svona, náttúrulega fer ég að grenja. Íranir hóta hefndum ef Bandaríkjamenn gera árásir á landið vegna mótmæla sem hafa geisað þar í 2 vikur. Forsetinn sakar Bandaríkin og Ísrael að standa fyrir mótmælunum. Yfirvöld í Íran segjast hafa handtekið skipuleggjendur mótmæla sem hafa verið í landinu síðan 28. desember. Klerkastjórnin lét loka fyrir internetið að nær öllu leyti á fimmtudagskvöldið og mannréttindasamtök telja að hún nýti sér það til að berja niður andófið. Iran Human Rights sem starfa í Noregi segja að minnstakosti 192 hafi verið drepnir síðan mótmælin hófust en óttast er að fjöldi látinna sé enn hærri. Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað hernaðar íhlutun ef írönsk stjórnvöld drepa mótmælendur. Íranir eru æfir yfir þessum hótunum og hafa sagt Bandaríkinu og Ísrael lögmætt skotmörk verði af árásunum. Forseti Írans sagði í viðtali við ríkisfjölmiðil Írans í dag að stjórnvöld hefðu skyldu til að taka á efnahagsástandinu en kallaði mótmælendur uppreisnarseggi. از مردم عزیزمون و همان گونه که قبلا بود درخواست اینه که در هر محله اینا جمع شن و اجازه ندن آشوبگری کنن. مردم باید در صحنه باشن. مردم نگرانی دارن، ما با اونا میشینیم و وظیفمونه نگرانی اونا رو حل کنیم. ولی وظیفه بالاتر اینه که اجازه ندیم یه عده آشوبگر بیان کل جامعه رو به هم بریزن. Einn látin, margra saknað og 300 byggingar hafa gjöreyðilagst í skæðum gróðureldum í suðausturhluta Ástralíu. Neyðarástandi var lýst yfir í Viktoríufylki þar sem hitabylgja geisar. Hitinn hefur víða farið yfir 40 stig. Eldarnir hafa logað á 12 stöðum og breiðist yfir í nágrannafylkið Nýja Suður Wales. 3000 ferkilometra svæði hefur orðið eldi af bráð en til samanburðar er Reykjanesskaginn tæplega 2000 ferkilometrar. Eldarnir eru þeir skæðustu síðan 2020. Við sjávarsíðuna á Akureyri er lítill ferðagufuklefi. Þar fara fram svokallaðar gufugusur en slík fyrirbæri hafa sprottið upp víða land. Það er það bil 7 gráðu frost og snjókoma á Akureyri og við erum á leiðinni í þennan vagn hérna niðri við sjóinn í gufubað eða gusu eins og það er kallað. Eitthvað sem nýtur sívaxandi vinsælda. Gufuvagnar eða ferðagufuböð hafa skotið upp kollinum undanfarin misseri og líklega eru margir farnir að heyra af svokölluðum gufugusum. En hvað fer eiginlega þarna fram? Venjulega er þetta nú bara komið frá Finnlandi en svo til Þýskalands, Norðurlandana og þar er þetta búið að vera dálítið lengi. Og þaðan held ég að þetta komið til Íslands, þetta ritual að fara 3 svar í heita sánu, 15 mínútur cirka, og kæla svo á milli, dýfa sér í sjóinn, velta sér úr snjónum eða bara standa út í andvaranum. Hefur orðið vör við vaxandi ásókn í þetta? Já, sko bæði hjá mér og líka bara í kringum því að ég er búin að fá símtöl og heimsóknir frá fólki sem er að fara að byrja og svo er þetta bara einmitt, við erum kannski alltaf aðeins á eftir Norðurlöndunum því að ég er búin að vera aðeins að googla og skoða og Oslofjörðurinn er fullur af þessu og bara Norðurlöndin öll bjóða upp á svona einhvers staðar og Íslendingar er að taka við sér. Ár er síðan María fór að bjóða upp á gufugusur sem svokallaður gusumeistari. Hvað felur það eiginlega í sér að vera gusumeistari? Hún Vala Baldur sem er með sækot á ægisíðunni, það er líka ein ný gusa, gamall grásleppuskúr. Hún hefur haldið þessi gusumeistara námskeið og ég held að sé 100 gusumeistarar á Íslandi. Já, og gusumeistarin er bara að halda utan um þennan hóp og láta honum líða vel og passa upp á enginn slassi sig og allir gera þetta rétt. Hvers vegna heldurðu að þetta sé að verða vinsælla núna? Góð spurning. Sko, ég er eitthvað að ímynda mér. Þetta er svolítið eins og í leikhúsinu. Þú ert ekki með síman á þér. Þú ert bara hér og nú. Þetta er pínu svona retreat, þetta er pínu svona dekur, þetta er me time, þetta er líka bara að hitta fólk. En ekki eru það að dýfa ykkur í sjóinn svona á þessum árstíma? Jú, sko dýfa, það er lykilorðið. Þetta er ekki sjósund, við erum ekkert að synda neitt, en að dýfa sér aðeins. Bara anda djúpt og niður og upp úr, gerir gæði munni. Við verðum bara í þetta.
aðeins að taka til hérna sem að komist. Svo þetta bara svona dipp. Það vantar stað í Hafnarfirði til skautaiðkunar, segir fjölskyldufaðir í Hafnarfirði sem hefur tekið málið í sínar hendur. Venjulegt skautasvell en á óvenjulegum stað. Það eru fáir sem fagna kuldakastinu sem nú ríkir eins og þessi fjölskylda í Hafnarfirði sem hefur komið sér upp æfingaraðstöðu í garðinum. Ekki amaleg þjónusta hjá þér? Nei, hver þjóta til? Pabbi. Ég með 3 börn og frændsystkini sem að æfa öll hockey með skautafélagi Reykjavíkur. Og það vantar orðið stað í Hafnarfirði til þess að skauta. Þannig að eina sem var eftir var að búa þetta til bara sjálfur svo það væri hægt að skauta og halda áfram að leika sér og æfa sig. Og hvernig gerði hann? Hann setti spýtur og svona og svo setti hann klemmu og svo setti hann vatn í. Ívar hefur prófað sig áfram síðustu 5 ár og alltaf fer svellið stækkandi ár frá ári. Í upphafi var það 2x3 metrar en er núna rúmlega 5x11. Þannig að það er orðið ágætis fermetrafjöldi í þessu en sjáum til hvort að konan samþykki að taka restina af garðinum undir skautasvelli á næsta ári. En það er að ýmsa huga til að aðstæðan verði sem best. Hvað eru það að gera? Herði, já, það þarf að slípa svellið eftir maður er búinn að vera að nota það. Er ekkert vesen að vera með skautasvell í garðinu? Eins og þið sjáu þá er þetta kannski aðeins meira vesen heldur en margir halda en þetta er alltaf leið. Þetta er gaman. Krökkunum finnst þetta gaman eins og þið sjáu. Þeim finnst ekkert leiðilegt að taka þátt í þessu og mér finnst gaman að vera að bralla með krökkunum. Og farið þið alltaf eftir skóla og takið nokkra hringi? Kannski ekki alltaf eftir skóla en oftast. Allavega. Það væri náttúrulega langt þægilegast að það væri hægt að fara bara í skautasvell eða skautahöll í Hafnarfirði en þangað til að það verður að veruleika vonandi eftir svona 10 ár og þá höldum við áfram að gera skautasvell í garðinum. Úr frostinu í Hafnarfirði lítum við til veðurs. Norðan 10 til 18 á morgun en 18 til 25 á Suðausturlandi og Austfjörðum. Víða él og snjókoma á Austfjörðum tíma en úrkomur lítið sunnanlands. Frost 0 til 6 stig. En hitum frostmark suðaustanlands. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið handbolta sótti Frakka heim í hörkuleik í dag í loka viðureign áður en kemur að Evrópumótinu sem hefst í vikulok. Baldvin Þór Magnússon stórbætti Íslandsmet sitt í 10 km götuhlaupi. Arsenal komst í hann krappan í fyrri hálfleikamóti Portsmouth í ensku bikarkeppninni í fótbolta. Og við hittum Guðbjörgu Sverrisdóttur sem var á dögunum fyrst kvenna til að spila 400 deildarleiki á Íslandsmótinu í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ef Bandaríkin telja sig þurfa að taka Grænland vegna ógnar frá Rússum, verður NATO að bregðast við því, ekki Bandaríkin. Þetta segir utanríkisráðherra Þýskalands. Grænlendingar eigi að ákveða framtíð Grænlands. Breytingar voru gerðar á ríkisstjórninni á Bessastöðum í dag. Forsætisráðherra segir betra að standa ekki í mannabreytingum en hún treysti vel nýjum félags- og húsnæðismálaráðherra. Forseti Írans kallaði mótmælendur uppreisnarseggi í sjónvarpsviðtali í dag. Hann sakar Bandaríkin og Ísrael að standa fyrir mótmælunum sem hafa staðið í 2 vikur. Sánugusur spretta upp allt land og alls konar ferðagufuvagnar njóta mikilla vinsælda. Þar ráða gusumeistarar ríkjum en þessir meistarar eru að verða 100-talsins hér á landi. Þessi fréttatími er á enda. Fréttastofan stendur áfram vaktina á ruv.is og þar má finna nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Takk fyrir samfylgdina helgina og verið þið sæl. Og eftir lífsins vegi maður fer það sem hann fer en vist á miðjum degi dauðinn tekur mál af þér og metnastu ekki að lífsins móður mjólk kirkjugarðar heimsins geyma